Pétur, glæsilegur 21 sigur á þínu stúlkum hér í kvöld. Hvað að gerast? Hvað segir þið þennan? Í frákostum, við tókum fullt af sóknarfrákostum. Við vissum að það voru mikið í svæði og við vorum að fá ágætt skot á móti svæðinu. Við vorum bara drullu grimmar að taka svona þessa seinni bolta og uppskárum eftir því. Varnarlega voru þið á köflum bara stórkostlegar í þessum leik. Voru það að stöðva eins og bandaríska leikmann hvað eftir annað á varnarhelmingi. Varnarhelmingi getur að vera sáttur með svona framistuð í bikarnum. Já, það var svolítið svona fyrir leikinn vorum við svona match-up vandamál. Við ákváðum að fara með Auði á Ævori og Denny á Sönju. Þær gerði bara frábærlega. Þetta eru tveir mjög góði leikmenn. Sérstaklega Auður var frábær að dekka Ævori og við náðum að þvinga þær í mjög erfið skot. Það var svona leikplani var að láta þær skjóta yfir okkur. Það fara mikið 1 og 1 og það var að missa þær ekki upp á körfu. Og það gekk svona þokkalega. Við mistaði þær stundum svolítið en það er svona skóp svona varnarleik. Þú erum að fara með Skeikareggið. Þetta er fyrsta skipti sem Stjarnan fer í bikarúrslit. Jú. Hvað þýðingu hefur það fyrir þið bara persónulega sem þjálfara og fyrir félagið heilt að koma á þennan stað? Bara fyrir félagið held ég að það sé bara frábær stökk fyrir kvennakörunni í Garðabæ. Hún er náttúrulega ung og þetta er svona að byrja og vonandi verður þetta svona lyftistöng fyrir kvennaköruna í Garðabæ. Það er mikil hefð fyrir karlaboltanum og við erum bara svona búið til hefð ákveðna hefð í kvennaboltanum og þetta er bara eitt skref fram. Fyrir mig, þetta er bara allt í lagi. Bara vinna vinnunum mína. Já, þú talar þetta er unglið og þið hafa nú verið með sterkt lið síðust ár. Þetta lítur nú að vera svona bara kærkomið að vera komin í þennan leik. Þetta er ákveðið viðurkenning. Jú, og við hefum fengið úrvalsdeildarlið í öllum umferðunum og staðið okkur mjög vel og það hefur verið þetta er bara gott að ná þessum áfanga. Þetta er allt kemur til alls, þetta er bara körfubolti, liðið sem skorar fleiri stig það vinnur leikinn og aðeins meiri pressa undir í bikarleikjunum og við bara stóðumst hana bara alveg út í gegn. Þú leikur eftir hvaða lið þið mætir, Valur eða Snæfell? Hvort liðið langar þið að sjá í næsta leik? Val eða Snæfell. Val eða Snæfell? Annað hvort. Bestu þakkir, gangið vel.